Nice squeeze. Ég akkurat að hætta upp á. Yes. Velkomin. Takk fyrir. Segðu okkur frá 3 atriðum sem enginn eða fáir vita þig. Mér langar að búa í snjóhúsi. Mér langar líka að búa á bresku sveitasetri í eitthvað svona innsveitum Bretlands. Og svo ég ógeðslega svona mikill einfari. Þú myndir búa ein í snjóhúsinu sem sagt. Já, ég held ég fengi engan með þér í það, sko. Hvað mesta prakkarastrikið? Sko, ég elska, eitt mitt uppáhalds að koma vinum mínum í ógeðslega vandræðalegar aðstæður og bara svona, og sjá þau svona klöngrast út úr þeim. Ekkert af því hæft, fyrir framan sjónvarpsmyndavél, þannig ég ætla ekki að segja náðið frá því. Hvað skammastu þín mest fyrir í eigin fari? Skömm svona tilfinning sem ég að reyna svona að ýta frá mér svona á sviðum lífsins, en ég fer stundum mjög mikið í taugarnar á sjálfri mér og þá kannski aðalega, þú veist, hvað ég ör og tala hratt og mikið og svona. Ég vorkenni stundum fólki sem þarf að umgangast mig mikið. Ertu með fóbíu fyrir einhverju? Ég ekki með fóbíu, en ég sko hata ketti og bara fyrirgefið kattaeigendur úti, ég hata dýrin ykkar. Og já, það kallast fóbía því ég get ekki verið nálægt þeim. Fyrsta sem þú hugsaði þegar vekjaraklukkan hringdi í morgun? Vá, hvað ég til innan dag. Leyndur hæfileiki? Nei, það eiginlega ekkert leyni við mig. Ég bara eitthvað, þú veist, ég bara jafn hæfileikalaus, hæfileikarík og ég virðist þeirra. Þetta allt aldrei mikið bara hérna á yfirborðinu. Hvað myndir þú gera, Björg, ef þú réðir yfir heiminn? Sko, ég myndi gera hérna Gretu Thunberg og Andra Snæja svona mínum bara svona ráðgjöfum og ég myndi bara, þú veist, gera allt sem þau segja við þurfum að gera til að bjarga okkur frá heimsenda. Hefurðu googlað sjálfa þig? Já. Hvað kom upp? Alls konar stöf sem ég vildi geti eytt. Ekki góða myndir af mér á netinu.